Já, verið velkomnir áriði góðir hér í KA TV. Hér að fara að hefjast leikur KA og Þróttar Reykjavík í úrvalsdeild kvenna í blaki. Má búast við áhugaverðuleik en sjáum hvernig mitt deildarstöðuna. KA í þriðja sæti fyrir leikinn með 12 stig eftir 6 leiki. Þar fyrir ofan Völsungur með 1 stigi meira eftir 7 leiki. Álftanes svo á toppnum með 13 stig eftir 5 leiki. Þróttur Reykjavík gestirnir í dag eru hins vegar í 5. sæti með 4 stig. Það skilur svolítið vel hérna milli efstu 4 og neðstu 3 liðana. En Þróttur Reykjavík búið að vinna 1 leik af 5 í vetur og kroppað í 4 stig til þessa. En verður áhugavert að sjá hvernig þetta spilast. KA-liðið tapaði á Húsavík á dögunum 3-0, kom kannski einhverjum á óvart en Völsungur einfallega með hörkulið og KA búið að vera í smá vandræðum. Tónlistin í tölvunni eða? Hún í símanum? Og já, það vantaði aðeins í KA-liðið, það vantaði til dæmis hana Heiðu sem mætt aftur, sem gríðarlega gott fyrir KA-liðið. Vantar tölvuna. En já, annars fyrir við kannski bara að fara að kíkja á liðin. Byrjum á liði gestanna úr Laugardalnum. Og það kemur hér nummer 1 Dagbjört Ýr Gísladóttir, nummer 3 Eldey Hrafnsdóttir, nummer 4 Katrín Sara Reyes, nummer 7 Tinna Sif Arnarsdóttir, nummer 10 Elisabeth Nien, nummer 11 Arna Védís Bjarnadóttir, nummer 13 Dana Gunnarsdóttir, 14 Dan Brynhild, nummer 17 Írelis Maribel, nummer 18 Leslie Mariori og 20 Stacey Angolo. Þjálfari Þróttar Gonzalo Garcia Rodríguez. Þjálfaði annað Þróttarlið í fyrra, það var Þrótt Fjarðabyggð. En verður áhugt að sjá hvernig þessi leikur spilast. Stelpurnar okkar allavega klárlega spenntar fyrir því að koma sér aftur á sigurbrautina eftir hérna 3-0 tap sem var þetta hansi tæpt 3-0 tap á Húsavík. En já, kíkjum svo á lið KA. Það er komin aftur til leiks hún Heiða og það ansi mikilvægt. Númer 1 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Hún vera virkilega öflug á miðjunni hjá okkur eftir að hún tók þá stöðu að sér. Númer 2 Nera Mateljan. Númer 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir. 4 Auður Pétursdóttir. Númer 6 Gía Guðnadóttir. Númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir. Númer 8 Lilja Kristín Ágústsdóttir. Númer 10 Lovísa Rut Aðarsteinsdóttir. Númer 11 Amelía Ýr Sigurðardóttir. Númer 12 Rakel Hólmgeirsdóttir. Númer 13 Valdís Kapitúla Þorvaradóttir, líberóin okkar, magnaði. Númer 16 Annika Snædís Gautadóttir. 17 svo Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir, magnað, hún komin aftur eftir smá fjarveru. Skorar gríðarlega mikið og svona, já, helsti stigaskórari liðsins til þessa, þannig að mikilvægt að fá hana aftur af völlinn. Númer 18 svo Lilja Rut Kristjánsdóttir og þjálfari Miguel Mateo Castrillo. En já, eins og ég segir, KA-liðið það svona vonandi koma sér aftur á beinubrautina. Vorum aðeins að svona prófa nýja hluti í síðustu leikjum. Jóna Margrét, annar uppspilurinn okkar, hefur verið að spila aðeins á kanti og láta sína það að hún getur heldur betur smassa líka. En það rekna nú fastlega með því að með endurkomi Heiðu í hópinn þá sé Jóna aftur bara að fara sem pjúra uppspilari. Það eru þá að vera klár í slaginn. En já, alltaf verða klárt hérna. Sjáum að hins vegar að bæði Jóna og Amelía eru í byrjunarliðinu.
Þannig að kannski er ég eitthvað að lesa vitlaust í þetta. Kannski er Amelia að fara, nei, hérna Jóna að fara að spila Díóinn, nema ég sé bara í tómu rugli og Amelia ég bara hefja leikinn. Sjáum bara til. En þetta er að fara að byrja. Líbero skiptingarnar að ganga í gegn. Því bara það Valdís Kapitula kom inn í KA-lið og þá erum við klári í slaginn. Mikilvæg 3 stig í húfi í toppbaráttunni fyrir KA-lið. Og svona líka eins og mikilvæg stig líka fyrir Þrótt í baráttunni fyrir neðan toppinn. Mjög áhugavert að sjá hvernig deildin skiptist í tvennt. Gríðarleg barátta í topp 4 og gríðarleg barátta í 5. til 7. sæti. En þetta er að vera klárt. Amelia Ýr kemur með fyrsta bolta. Hörkubolti. Smá vandræði með móttökuna. Ná að konu yfir. Kávalið í hörku séns. Kemur Jóna með þennan flotta bolta. Verðast þessu. Gílan yfir. Heiða verðst þessu. Amelia upp á Helenu. Og Helena með hörkubolta. Frábærlega varist. Afturlínu smas af Háortinni. Aftur séns og Káa. Boltin upp á Jónu. Jóna neglir þessu af Háortinu út. Já. Jóna gerir fyrsta stigið, spila vel í Díónum og Amelia að spila vel upp, heldur áfram í uppgjöfastöðunni. Káa 1, Þróttur Reykjavík 0. Amelia með hörku uppgjöf en nú er móttökan betri og fyrir viki kemur betri bolti yfir en vel varast hjá Heiðu, boltin upp á Helenu, Helena neglir þessu, Háortin tekur þetta, boltin inn í leik, Sensin hjá Þrótti. Kemur hér út á kantinn og þetta er vel klárað. Fyrsta stigið hjá gestunum, það er hún Eldey Hrafnsdóttir sem gerir það. Vel gert hjá henni. Hörkubolti, kemur hún fram hjá Háortinni og Amelia nær ekki að verast þessu. Þetta heldur hún að sé boltan seint. En áfram gakk eða hvað, hérna er fyrsti ásinn kominn. Hörkubolti. Og Valdís Kapitula er ekki að stýra þessu bolta. Það er ekki oft sem við sjáum Valdísi vissa móttökuna. Og þessi bolti fer á milli Helenu og Valdís að beint í gólfið. Arna Védís kom með 2 ása hér í röð. Einhver smá miskilningur í gangi móttökunni á Káliðinu. Hörkubolti sem fer í netu tilbaka og Káa losnar hjá þessari stöðu. Þá er Heiða komin fram, systirinnar tilbaka og Helena fer í uppgjöfuna, kemur hér vantilega fastubolti og þetta er nasku bolti sem það ná einhvern veginn að verjast. Ég segja endurtekið, ég var að sammála sig, ég var ekki viss hvort það hefur náð að verjast þessi bolta eða ekki. Ég bara sammála þessu, það tók smá tíma að hugsa þetta. Ég var alls ekki við sjálf hvort að Káaliði hefur náð að berga þessu eða hvort boltin hefur verið farin í gólfið. Og því að gera halda var áfram. Fáið bara endurtekið. Og heppnin ekki með gesturum hérna. Boltinn skoppar af netinu og þá eins og dómar var ekki alveg átt að sig á því. Það var 4 hérna, jóp. Kemur á hendanum. Bæðir þá stíið. Það er ekki bara leikmenn sem þurfa að hita upp og koma sér í gírinn. Dómararnir þurfa líka að fá að koma sér á stað. Erfitt að hita upp. Þú er bara tilbúin að leikurinn byrjar. Og slakur bolti þarna. Ansi niðarlega í netið. Káa komið 3 stig í röð. 4-3 Káa. Og já, Helena heldur áfram í uppgjöfunum. Að vera ansi örugg til þessa og heldur því áfram. Móttakan fín hins vegar. Þessi full nálægt línunni. Og þessi er svo
dæmdur út, jæja, taka sér góðan tími í þetta. Þessi var úti og K.A. fær því 5. stig, 4 stig röð K.A. Jæja, það svona smá svona og hvernig í gangi. Við náum því í gang hérna og býttu nú við. Náði Amelía að kýla boltan upp en Helena var komin skrefi og langt og náði ekki að bregðast við. Og Þróttur minnkar til 5-4. Þetta er vel gert hjá Valdísi. Kemur svo Heiða, hörkubolti á hárninni og út. Vel gert hjá Heiðu, hennar 1. stig. Þau verða alveg örugglega fleiri. Gríðarlega öflug á kantinum. Og kemur K.A. hér í 6-4. Lovísa nú fyrir K.A. Flottur bolti, móttakan mjög góð, þetta var krefandi bolti til að eiga við og Amelía náði ekki að stýra þessu bolta og þetta endar því í stigi fyrir hana Irelis Maribel. Já. Sex, 5 og þetta fer jafnt af stað hérna í fyrstu hrinnu. Og nú er það Heiða sem í vandræði með móttökuna og Ás hjá henni Eldey, 3. stigið hennar. Já, við erum bara einfaldlega í smá vandræði með móttökuna og eiginlega bara vörnina líka. Og fyrir vikið er staðan 6-6 hérna. Gestirnir að gera vel, þetta er svona flott móttaka hjá Helenu og þessi bolti á Helenu, boltin svo upp á hana í afturlínunni og verður þessu fínt hörkubolti hér og af hárninni og erfitt fyrir Valdís að bregðast við þessu. Nær engu síður að hafa hendur á boltanum en það er ekki nóg. Irelis Maribel komið 2 stig núna. Og Þróttur skyndilega komið yfir 3 stig í röð á þeim. Og þetta er vel gert hjá Helenu, þetta var erfiðu bolti, hún er eins og að íta hann upp og kjölfarið kemur K.A.-liðinu boltan yfir. Hárnin fín en boltin út í kjölfarið og Irelis er að skora sitt 3. stig núna á skömmum tíma. 8-6 Þróttur Reykjavík hér í K.A.-milinu. Jæja, Amelía upp á Jónu, Jóna með hörkubolta. Þess að fín varnarleikur hjá gestunum. Reynum við aftur, Amelía upp á Jónu aftur. Jóna setur hann lúmskan yfir hárnina og kemur með 7. stigið, 2. stigið Jónu. Þetta gerði hún virkilega vel og fer svo í kjölfarið í uppgjafar stöðuna. Ása drottningin er svona oft kölluð. Hörkubolti en mjög góð móttaka. Hratt upp á miðjuna og nú fór einhver í nettið. Það er dæmt að... Já, K.A. fekk stigið. Ég ætlaði ekki að fullera en jú, ég fannst nú að benda allt til þess að gestirnir hefði farið í nettið sem var svo. Og staðan er því núna jöfn 8-8. Jóna aftur. Það gerði virkilega vel í móttökuna áðan. Hvað gera það núna á mótinni? Já. Það gera fínt. Og boltinn er upp á Amelíu og setur hann yfir. Sensin hjá Þrótti. Kemur afturlínu smass og hann er út. Vel kallað. Sá að Valdís var fljóta. Þessi vel kallað hjá Valdísi.
Káa komið yfir. Það kemur lauma hérna og Hrafnhildur og Heiða klárar hérna að verjast þessi bolti svo í antennuna eða spíruna góðu. 4 stig á Káa raununa. Þetta er að sveiflast hérna fram og tilbaka, liðin er að skora 3-4 stig í röð og fyrir vikið er þetta búið að vera fram og tilbaka hinga Káa núna 2 stigum yfir. Æja, Jóna hefur ekki hættina með sér að þessi bolti snýst hérna rétt fyrir ofan netið en fyrir svo Káa megin niður og Þróttur Reykjavík fær því stigið. Þá er hún Írelis í uppgjöfinni, situr bara á gamla skólanum og það virkar því að Káa liðið situr boltan endanum út og enn eru sveiflur fram og tilbaka 10-10-runa. Verður mikilvægt að taka sér fyrstu hrinu þegar það búið að vera svona ótrúlega jafnt. Þá klikkar uppgjöfin hjá henni Írelis og Heiða. Elisabeth fer þá í uppgjöfum fyrir Káa. Sjáum að Þróttur hefur klikkað á 2 uppgjöfum, Káa 1. Kemur Heiða hörkubolta og það ná að verðast þessu. Smá brasa á móttökunni en gerðu vel úr þessu. Kemur Helena með hörkubolta, Hárið til kraftin úr þessu, kemur svo bolti kantinum, vel gert hjá Heiðu, frábælega varist. Systirinn hennar svo með hennar bolta sem að hún sneiðir lítið framhjá og Þróttur jafnar í metinni 11-11. Þetta var alveg vörn hjá Heiðu. Hún kastaði sig niður á hennar bolta hana og náði að kýla hann upp. Vel gert en Helena setti boltan því miður út í kjölfarið. Æja, kemur Helena aftur núna, gerur hún það virkilega vel, lemur hann í háruna út. Og já, fyrsta stíði á Helenu í kvöld, í dag. Svo óvöðum við að spila svona snemma. Virkum degi í brakinu, hér fyrir norðan. Það er bara flott. Hrafnhildur Ásta með hennar bolta. Og æja, vel varist, boltinn hér upp á Amelíu, situr hann yfir, sensin hjá Þrótti. Kemur á kantinum, hörkubolti, Hárið flott, boltinn eins og enn í leik. Og afturlínusmaður sem að deyra hann í Háriðinni. Og þetta var gott stig hjá henni Eldey. Hún er komið 4 stig, hún skora 1/3 af stigum gestana til þessa, búin að vera mjög öflug hér í upphafi. Sjáum við Leslie, hérna bolta sem að Heiða tekur á móti, kemur Helena, hörkubolti frá Helenu, situr hann að milli þær í Hárunni. Frábæra slegið að vanda hjá henni og hún er komið núna með 2 stig. Skiptir öllu máli að Heiða og Helena finni sig og það vil farið fyrir stigaskorin Káa en þessi bolti frá Amelíu ofur neðarlega fyrir í netið. Það voru bæði lið búin að klikka á 2 uppgjöfum og staðan hjá 13-13. Þetta fer ansi vel af stað hvað var það spennustigið. Og æja, Valdi situr endan yfir, kemur þessi bolti sem að Amelía veðs boltinn upp á Helenu, Helena setur ólítinn kraft í þetta og bolti fyrir netið. Það er áhugavert að sjá að eins og ég búið að vera rosalega jöfn þessi fyrsta hrina en Þróttararnir er að spila öflugri sóknarleik og Káa-liðið er að fá meira stigum eftir mistök. En þetta gerir þess að Lovísa virkilega vel á miðinni. Og Lovísa með sitt fyrsta stig.
Það er ekki alltaf að vera fast, það er bara klókt hjá henni og jafnari 14-14. Og þarna kom fyrsti ásinn hjá KA-liðinu. Það er hún Helena Kristín sem kemur með hann. 3 ásar hjá Þrótti og hann kom að því að KA næði ás líka. Helena Kristín kom með 3 stig núna á skömmum tíma. Hún er að koma í gang. Nú eins og að móttakan fín og hörku bolti og Amelía nær að verja þarna í afturlínunni. Og þarna vantaði meiri talanda milli Valdísar og Heiðu og fyrir vikinn er Valdís ekki að ýta boltann yfir. Og staðan 15-15 þegar við sýnist Þróttur taka leikhlé. Já, ég skil ekki alveg að Gonzalo sé að taka leikhlé núna. Mér finnst Þróttararnir eru bara að geta ansi ánægðir með sína framistöðu til þessa. Svona fyrirfram myndi kannski flestir reikna með að KA myndir nú vinna svona tiltölulega sannfærandi, en þessi fyrsta reyna búin að vera stál í stál. Sjáum við einmitt stigahæstu leikmennina. Þessi fyrsta reyna er aðeins rúmlega hálfnuð. Það vantar aðeins bit í sóknarleikinn hjá KA-liðinu og kannski helst ástæðan fyrir því að móttakan hefur ekki verið alveg eins og við erum vön. Ég held leið og móttakan verður betri. Þá ná að kveikja á þessu öfluga sóknarleikin. Þetta er hins vegar auðvelt stig fyrir KA með uppgjöfin töluvert út og stelpurnar gera vel í að láta boltann fara. Og þá er Lovísa í uppgjöfinni, situr hann eins og svolítið langt og þetta er vel gert hjá gestunum. Sjáum að hún Elisabeth Nýjen lítið að fara á síðustu stundu að ætla að taka hann, en sá að sér á 11 stundu og það var hárrétt hjá henni. Æja, Amelía upp á Jónu, Jóna með hörku bolta og það er enginn að fara að verjast þessu. Já, svo getur slegið. Jóna Margrét kom með 3 stig, öll eftir smöss. Náði ekki ás áðan, spurning hvort hún náði því núna. Eins og móttakan hjá Þrótti búin að vera bara mjög góð. Ja, kemur Jóna, hörkubolti og missa hann yfir. Þarna lúrir Heiða Elisabeth og hún klárar þetta frábærlega. Já. Skráum þetta sem blokk, þetta var fyrsta blokkstigið í leiknum. Heiða, já, þetta er eitt málið. Það er svona góðar uppgjafir, erfitt að vera stegum. Og þegar þetta gerist og missir boltan yfir netið, þá þurfa þeir í framlínu að vera fljótir að átta sig. Þessi bolti, já, vel gert hjá Helenu, nær að krafsi hann og aftur er Valdís að klikka. Og ef ég þekk Valdís í rétt, þá er hún ekki að halvu ánægði sjálfan sig hérna. Svekkjandi sem lípur og loksins að færa setja boltan yfir að setja boltan í netið. En sjáum hvað gestin gera hér. Valdís með móttökuna, boltinn svo upp á Heiðu. Setur hann svo bara þægilega yfir, kemur flottur bolti frá kantinum og þannig er ennþá í gangi. Nú er eins og að laga fyrir KA. Jóna upp á Nerum að telja hann, en hún er blokkuð, boltinn enn í leik, kemur á kantinum frá hinum megin og Jóna þannig að verðast þessu, kemur svo bolti frá Valdísi sem að Heiða setur yfir. Og þetta er vel gert hjá Neru. Já, lesa hennar bolta upp á 10 og ítir honum í gólfið. En nú held ég að Matteo sé svolítið bara að kalla stelpurnar að bara anda, núllstilla sig.
Það eru held ég aðeins að ofhugsa hlutina stelpurnar og fyrir vikið búið að vera svolítið mistök núna hjá þeim en komna 2 stigum yfir og þessi bolti skrúfast einhvern veginn yfir og Heiða fær þennan ás. Já, hérna ég hefði enga trú að þessi bolti var á leiðin yfir en einhvern veginn skrúfast hann yfir og Þróttararnir náðu ekki að bregðast við 20-17 núna. Kemur Heiða aftur, þetta kraftmeiri bolti frá henni og já, gerir það ágætlega stelpurnar, Kónu yfir og hann snertir, hann fer örlítið í netið upp í loftinu og Káa Helena fær því stigið 21-17 fyrir Káa. Þær eru að ná að slíta sig frá núna. Þeirra virkilega þarf á því að halda. Heiða, flottur bolti, móttakarinn svo mjög góð og kemur hörkubolti sem að Hrafnhildur Ásta hreinlega étur. Enda svo sem komið matmálstími um hvernig það verða 6:30 og Hrafnhildur Ásta frábær blokk hjá henni, fyrsta stigið henni og þá tekur Gonzalo Garcia Rodríguez leiklið fyrir Þrótt. 5 stigum undir 22-17, mesti mun sem hefur verið á liðinum og já, ég segi bara aftur, það leiklið sem hann tók á henni stundu 15-15. Ég skildi ekki alveg þann tímapunktu því að mér fannst eða ef eitthvað var þá þurfti Káa frekar á því að halda að taka leiklið og í kjölfarið af því leiklið hefur Káa líka skorað 7 stig gegn 2. Það er spurning hvort að leiklið skilingur núna hjá Gonzalo. En já, Káa 5 stigum yfir, 4 stig í röð, Heiða í uppgjöfinni. Sóttið Ás áðan, hvað gerir hún núna? Systurnar með báða Ása Káa-liðsins til þessa. Og frábær hávörð, boltinn ennþá í leik, vel mætt undir þarna. Og afturlínu smas sem að Jóna verst, boltinn upp á Neru Matelja. Nera tekin í blokkinu en hún enn í leik þessi bolti. Og kemur Helena, hávörðina skila virkilega góðu starfi núna hjá gestunum. Kemur Jóna, missir hann nátt netinu og þetta er net á gestina alveg klálega. Já, eftir frábæra hávörðin hjá Þrótturum þá svekkjandi að fá þetta sér net. Þetta var ekki spurning. Káa leiðir 23-17 núna. Heiða heldur áfram að þjarma að þeim. Þessi bolti eins og var út. Nú þetta orðið ansi erfitt. 24-17. Gleymum ekki að það var 15-15 rétt áðan. Núna eru stelpurnar okkar eins og bara að sýna það hvað mikið gæði í þessu liði. Ja, vel gert hjá Valdísi, boltinn upp á Heiðu afturlínunni, frábærlega varist, kemur afturlínunsmaður frá hinum megin og þetta sér Valdís við, boltinn upp á Neru, Nera Mateljan af hárninni, boltinn í leik að verðast þessu, komunum hérna aftur yfir. Já, vel gert hjá Jónu, les hana bolta og nú það gestinni sem að reyna að lauma en Helena mætt undir. Kemur Nera Matelja, Nera Bábaris og klárar. Hún klárar þetta 25-17 sigur Káa í fyrstu hrinu. Já, þetta var áhugaverður endarsprettur. 7 síðustu stigin eru Káa-liðsins og þær eru þó nokkrar sem eru búin að skora núna hjá Káa-liðinu og eru að dreifa þessu fínt á milli. Kíkjum á tölfræðina. Byrjum á stigaskorun hjá Káa. Helena Kristín Gunnarsdóttir með 4 stig, stigahæst.
Næst á eftir henni Jóna Margrét Arnarsdóttir og Heiða Elísabet Gunnarsdóttir, báðar með 3 stig. Nera Matella með 2, Hrafnhildur Ásta og Lovísa Rödd báðar með 1 stig. Kíkjum svo á gestina í Þrótti, þar Eldey Hrafnsdóttir með 4 stig. Írelis Maribel með 3 og Arna Védís 2. Já, eftir að KA-liðið náði að kveikja á varnarleiknum, þá já, heila bara stoppaði algjörlega stigaskórið hjá Þrótti. Sjáum hérna mitt 25-17 lokatölur í fyrstu hrinu. KA með 8, Smarstig gett 6 og það voru lengi vel 6 hjá Þrótti gegn aðeins 2 hjá KA. Sjáum bara hvað breytist mikið á lokakaflanum. Sama KA var lengi gang með ásana, endar í 2. Þróttur skoraði 3 mjög snemma. Ein lauma að KA gett yngri, 3 blokkir að KA gett yngri. Það er eiginlega ótrúlega að Þróttur hafi ekki náð blokk því það voru með virkilega öfluga hávörn. Svo fær KA 11 stig eftir mistök mótherja, bæði lið klikkuðu 3 uppgjöfum. Þróttur leiddi mest með 2 stigum í stöðunni 6-8, en KA leiddi mest með 8 sem voru lokatölurnar 25-17. Já, kíkum kannski á tímalínuna líka. Sjáum þetta, það var stál í stál, liðin skiptist á að leiða hér í upphafi hreinunar, en eftir að staða jafn 15-15 og að Gonzalo tók þetta leikhlé, þá stakk KA-lið einfaldlega af. Ég aftur svona set spurningverki við tímapunktin á leikhléinu fyrir Þróttara. En það er búið og gert. Nú erum við að vera klári í aðra hrinu og þá sýnist mér fyrirliðin sjálf Gígja Guðnadóttir vera mætt til leiks hjá KA-liðinu. Algjörlega magnað að Gígja sé að koma aftur sterk til leiks. Ég segi svekkjandi fyrir gestina eftir virkilega flottan leik fyrir hluta fyrstu hrinu að enda á að missa hann svona langt frá sér. Núna er eins og séns fyrir þær að svara fyrir það. Jæja, hún voru að fara að staða hérna Jóna upp á Gígju. Gígja ekki lengi að komast þér á blað hérna. Já, flottur bolti og Gígja sér hérna dautt svæði við hornið. Og fyrsta stíð hennar komið 1-0 KA hér í annar hreinu. Og Jóna Margrét með hennar bolta, fastur bolti og það er ná að bjarga þessu. Eða hvað? Nei, þriðji boltinn aðeins og stuttur. Já, það var vel gert hjá þeim að ná að redda móttökunni, en það vantaði bara herslumunum að þriðji boltinn færi yfir. Heldur Jóna áfram. Fastur bolti, nú er móttökan sér betri og ná að skapa ykkur úr þessu og þessi bolti deyr hérna í háorðin hjá Neru og Eldey hafa komið með sitt 5. stig. 4 Smarstig, 1 ás hjá henni. Þessi bolti var slakur. Ansið meðalega og ég held að hann hefði viss að fara undir netið, en það var bara hálfgerð björgun hérna. Reikna með því að sé einhver sekt fyrir að setja boltan undir net í leik. Það er bara eins og það er. Helena. Fít bolti hjá henni og meira en það því hún er að sækja ás. Já, Helena Kristín Gunnarsdóttir komin með 5 stig. Það var 2 ása. KA að byrja aðra hreinu eins og þær enduð þá fyrstu. Mikið kraft í stelpunum núna og frábærlega bjargað hjá gestunum. Þær eru eins og í vandræði með móttökuna
og það erfið gegn öflugu liðs og Káa. Hér kemur Heiða og bombar þessu. Þarna var Hávarðin að reyna að loka á Gíu. Þá var Jóna fljót að sjá að setja boltan á Heiðu og Heiða neglir þessi gólfið. Kom með 4 stig, 5-1 Káa og síðan stelpurnar einfallega þeirra komnar verulega á stað hér. Fín Hávörn en Valdís nær ekki boltan og Eldey komið með 6 stig. Hún já, búin að skora 6 af 11 sóknarstigum gestanna. Og það rúmlega helmingur, vel gert hjá henni. Það þurfa eins og fleiri að stíga upp. Æja, kemur Gíja, en það verðast þess að kemur Gíja aftur og það verðast þess aftur. Og þessi svo út í kjölfarið. Skiptir ekki öllum máli hver skora stigin. En helst að Gíja hefði haft mjög gaman að því að fá það skráð. Það engin Ronaldo stælar samt. Og þá fer Gíja einmitt í uppgjöfuna. Hörkubolti frá henni sem að fer í net og niður og Þróttur fær því sitt 3. stig. Sjáum hér bæði lið búin að klikka 4 uppgjöfum. Og í kjölfarið skiptir Gíja fyrir Valdísi. Vel gert hjá Valdísi, boltinn er upp á Heiðu, Heiða, flottan bolta en frábærlega gert þarna frá Elisabethu. Elisabeth í líberastöðu búin að vera mjög góð í kvöld og svo kemur þessi bolt frá Hrafnhildi bara í netið. Já, engin blokk þarna, býðum enn þetta fyrstu blokkinu hjá gestunum. Hrafnhildi setti boltan einfallega bara í netið. En já, mér finnst hún Elisabeth nýjan í líberastöðu gestanna búin að vera virkilega öflug. Það er búin að vera þó nokkur sinnum sem hún er búin að berga boltum sem að það er kannski bara 1 í Hávörn. En þetta er Eldey enn og aftur. Hún er að skora sinn annan ás og mingaði 6-5. 3 stig eru hjá Þrótti og þær eru að svara fyrir þessu öflugu byrjun á Káa-liðinu. Þetta gerir eins og að Helena vel og svo er það mættar undir, bolti frá Heiðu kemur yfir. Frábær Hávörn, já, mér sýndist að vera Hrafnhildur sem átti þennan bolta. Önnur blokkin á henni, 4. blokk Káa-liðsins, engin blokk komin hjá Þrótti til þessa. Það er svo mikið vantað sénsana, þá mun alveg örugglega koma. Þessi bolti frábærlega slegið hjá Írelis Maribel, hennar 4. stig. Æja, og ykkur brasa á móttökunni enn og aftur og þetta er ás hjá Írelis Maribel. Æja, nú var móttakan fín, Heiða kemur hann yfir. Séns hjá Þrótti, afturlínu smass af netinu og niður. Mér sýndist nú heldur eiginlega bara að vera bara létt að hafa sloppið með þetta. En hún er að koma Þrótti hér yfir í 8-7 í þessari annari hrinu. Og já. Smá bras á stelpunum aftur, kemur Jóna með hörkubolta en er Elisabeth að gera vel í vörninni. Og svo kemur frábær nýtmeðið bolti hérna frá henni Örnu Vigdísi. Hún er að skora sér 3. stig í leiknum, kemur Þrótti í 9-7. Þetta er svipað í fyrstu hrinu. Liðin er að skiptast á að skora 3-4 stig í röð. Og Þróttur leiðir hér með 2. Kemur
flottur bolti frá Helenu, gjörsamlega frábær bolti hjá henni, beint í gólf og minnkar til 1. Jæja, smá bras á þeim en Kýliboltar bara eins og var yfir og jæja, kemur Jóna Margrét og nei, það náði ekki verkast þessu, frábær blokk, þarna kom blokkin. Þarna kom blokkin. Já, fyrsta blokkstig hjá Þrótti. Við leiða hér 10-8. Ó, þessi er inni. Pompaði þarna niður og þetta er enn einn ásinn hjá gestunum. Stacey Angulo, hennar fyrsta stig og 7. ás Þróttar í leiknum. Og við erum ennþá í upphafi annar hrinu og þá tekur Miguel Mateo Castrillo Þorvari Káa leikhlé. Og ég skilði bara fullkomlega eftir frábæra byrjun. Svo komist hvað í 5-1. Er Þróttur núna 11-8 yfir heldur betur breyting. Og spurning hvað Mateo getur gert því að eins og segi svona við vorum komið með fínan takt á hann. Við erum aftur að detta niður á sama plan og við vorum lengi vel í fyrstu hrinu. Með fullri virðingu fyrir Þrótt þá bara einfallega á Káa-liðið að gera betur. En sjáum hvað setur hér. Þessi bolti er út, já. Nú var Helena með allt á hreinu, leitur að fara. Og þá fáum við Gíu aftur í framlínuna. Og Hrafnhildur Ásta í uppgjöfinni. Sjáum hvað Hrafnhildur gerir hér. Næja, fín móttaka og svo kemur Einar hérna sem að þeir verðast vel og Jóna lemur hann frábærlega hérna að milliðar í hálfleitinni og skorar Jóna Margrét komið 4 stig. Já, heldur betur að sína það að hún getur lamið boltana krafti. Það eru ekki alltaf bara að setja upp fyrir samherjana. Hrafnhildur Ásta nú. Bolta sem að, ná að vera eftir ágætlega. Og þarna hlaupa á hvor aðra. Amelia lendir þarna á Gíu. Já, Amelia ætla að sækja hennar bolta eðlilega, enda að spila uppbyrjaran, en Gíja bara með frábæra handboltablokk. Það er bara erfitt í blakkinu að taka einhvern annan heldur en samverja sinn. Hann kemur Jóna, hörkubolti, hann er út. Og Þróttur því aftur 3 stigum yfir hér í annarri hrinu. Og áfram með bras á móttökunni. Flottur ás hjá Leslie. Hennar fyrsta stig og það eru fleiri núna að koma sér á blað hjá gestunum. 14-10 yfir hér í annarri hrinu. Það er eins og er betra. Boltinn hér á Gíu og fær ná að verðastur koma boltanum aftur yfir. Kemur Helena fyrirgefi, Helena með hörkubolta. Og hún er heldur betur að samtværi sínu við komum með 7 stig núna. Næstar eftir henni eru Jóna og Heiða með 4 stig hvor. Það sé í Káa-liðinu. Við þurfum
aðeins meira hér, 3 stigum undir og þá Jóna Margrét í uppgjöfarstöðunni. Bara með öruggan bolta og Heiða verst þessu ekki bolti svo að Helena neglir þessu og hann fór hérna í antennuna eða spíruna. Þú kallar hann spíruna slæmu þarna og Þróttur 4 stigum yfir. Arna Védís fyrir gestina, til þess að þægilegur bolti verið Helenu og kemur svo á Nera Mateljan. Já, þetta getur hún gert svo sannarlega, bombar þessi gólfi. Og nú væri ansi mikilvægt að ná að tengja nokkur stig. Jóna upp á Neru, Nera laumar, það ná að vera þessu, vel gert hjá gestunum, kemur boltið afturlínunni, vel gert hjá Helenu að ná að íta þessi bolta aftur nær og í kjölfarið skora Nera. Flottur bolti. Og Helena áfram í uppgjöfinni, kemur hérna eins og fín og í kjölfarið kemur hörkubolti og það ná að vera þessu, vel gert hjá stelpunum. Þróttur eins og með hörku senst núna og þá Hávardin í lagi, heldur betur, frábær Hávard og KA-lið komið 3 stig í röð núna. Já, fyrr í vetur þá benti nú Gíja upp og benti á að hún hefði blokkað en hún fær þetta stig eins og var svo skráð á sig. Jafnar hér 15-15, 4 stig rauða KA og þetta var ekki lengi að gerast. Og þá tekur Gonzalo García Rodríguez leiklið fyrir Þrótt. Og eiginlega alveg magna, þetta sömu stöðu í fyrstu rauninni, stöðunni 15-15. Núna eins og meika meira sens að taka leiklið því KA er búið að skora 4 stig í röð og er búið að vinna upp þetta forskot sem Þróttur er búin að vera með núna lunga á þessari fyrstu rauninni. Sjáum hérna stigaskori leikmanna, Helena Kristín með 7 KA, Eldey Hrafs með 8 hjá Þrótti, aðrar minna. Þeir eru að vera klár hérna í slaginn á 9. Helena Kristín Gunnarsdóttir búin að vera rosalega örugg í sínum uppgjöfum í kvöld og heldur því einfaldlega áfram. Eins og vil bjarga hjá Þrótti, kemur boltinn tilbaka á Neru, Nera bombar, fít varnarleikur hins vegar, kemur svo Katsmas hérna sem að þeirra Hávardinni. Jóna velu, Gíja, ekki alveg í takt þarna en reytar við vel gett hjá Gíju og þetta öflugur varnarleikur Valdísi, hvað endar þessi bolti, já vel gett hjá Jónu fyrirgefi og Nera setur svo yfir og kemur svo og lúrir hérna og bombar sig í gólfið. Nera Mateljan, 5. stigið á henni, kemur KA í 16-15, hörku rally hér sem að endar í stigi hjá Neru. Frábær varnarleikur á báða bóga. Þetta var alvöru bolti. Þetta var hún Írelis Maribel með hörku bolta með frá línu og stelpurnar náðu ekki að verast þessu. Hún jafnar hér í 16-16. Mikilvægt fyrir gestina að láta ekki endurtaka sig það sem gerist í fyrstu hrinnu þessu tímamóti. KA-liðið gjörsamlega slátraði þeim. Það er þetta orðað eitthvað öðru sig. Það kemur erfið bolti hérna á Neru sem að endar í nettinu og Þróttur fær stigið 17-16 mínútur núna. Þær eru greinilega að læra reynslu frá því áðan.
Katrín Sara búin að taka 5 uppgjafir, 4 heppnast. Hvað gerist núna? Nájá, hún er góð, Hansi góð, hún sækir ás. Setur hann á Helenu og Helena nær ekki að stýra þessu. Fyrsta stigið hjá Katrínu Söru. Og Þróttur, 3 stig í röð. Gott svar hjá þeim. Og það valdi sér með flotta máttöku hérna. Kemur við Nera Mateljan, setur hann út af með sínist. Já, hann er út. Og þá tekur Matteo leikli aftur. Ótrúlega sveiflur í þessari annari hreinu. Liðin að skiptast á að skora, eins og segi, 3-4 stig í röð. Og Þróttur einmitt með 4 stig í röð núna eftir að Káa hefði skorað 4 stig í röð og jafnaði 15-15. Nei, það skoraði 5 stig í röð fyrirgefi. Breyttistöðun úr 11-15 í 16-15. Síðan hafa komin á 4 stig í röð hjá Þrótti og staðan er því 16-19 fyrir Þrótt hér í annari hreinu. Káa búið með leikliði núna í þessari hreinu. Þróttur á eftir 1 leiklið hins vegar. Og sjáum hvort það nái að klára þessa hreinu og jafna hann með þinni 1-1. Það væri allavega gríðarlega sterkt fyrir þær. Þessi pressan er meiri á Káa-liðinu. Og gæti og verði alveg örugglega meiri ef Þróttur jafnar hér í 1-1. En sjáum hvað það setur. Boltinn er upp á Heiðu, Heiða laumar þessu frábærlega, hún er mætt undir en boltinn er alltaf það góður frá Heiðu. Og Heiða kom með 5 stig núna, minkar þetta í 2, þetta var mikilvægt fyrir stelpurnar. En það er í þessu, kemur Gía með hennar bolta, það er ná að redda þessu, frábær redding, en sénsinn hjá Káa núna kemur, Hrafnhildur Ásta, en blokkinn fín, kom boltan yfir, og lúmskur bolti frá Neru Mateljan sem endar í gólfinu, það var enginn hérna í miðjunni. Flottur bolti og Káa er að henn að svara fyrir sig 2 stig í röð. Það verður ekki 4. En við höldum áfram þessum sveiflum hérna. Gía, flottur bolti og svo kemur fín hávörn á Heiðu en boltinn fer svo út og Eldey Hrafnsdóttir það er Eldey sem skorar þetta stig, ekki Katrín Sara. Þetta var 9. stigið hjá Eldey. Hún fer svo í uppgjöfni kjölfarið. Þetta er eins og flott hjá Helenu og hávörnin fín en Hrafnhildur Ásta bjargar þessu. Kemur svo ótrúlega magnaði bolti frá Heiðu og hún bombar þessi í gólfið. Og minkar þetta hér í 19-20. Nera fyrir Káa, þarna er einhver misskilningur hjá gestunum. Enginn klári boltar með 2. Og Káa búið að jafna hún í 20-20. Gleymið því ekki að Þróttur á leikli inni og þetta er klaufalegt. Hún er aðeins bara að missa hausinn og spurning þetta Gonzalo ekki að taka leikliði núna. Þegar nú er Káa komið yfir 21-20. Næja, hann býður. Nera með þægilega bolta núna og hratt uppspila miðjuna sem að endar í hörku stigi. Stacey Angulo, annað stigið henni. Jafna hér í 21-21. Hörku spenna hér í annar hreinu, enda gríðarlega mikið undir. Langur bolti, fín
Móttaka hjá Helenu og Heiða sem er bolta sem að þeir ná ekki að bjarga. Og Káa aftur yfir 22-21 núna. Og já, það er ná að bjarga þessu. Ég held að þessi bolti var farin í gólfið. Svo kemur Nera með hörkubolta sem að verjast. Nú koma þær með afturlínu Smas. Þeirra hátinni aftur yfir. Séns hjá Þrótti, það finnst að þurfa að setja hann yfir. Og kemur Hrafnhildur Ásta. Vá, þetta var alveg bolti. Og þá tekur hann leiklið, hann Gonzalo. Já. Ég haldi áfram að tala um leikliðin hjá Þrótti. Ég hefði tekið það aðeins fyrr. Nú má eins og afskaplega lítið út af bregða. Förum yfir tölfræðina þegar hreinunni er lokið. Káa 23, 21 yfir hér. Skildi þú aldrei verða að Káa sé að fara að gera aftur það sama að klára hrinuna eftir að hafa verið í hörku baráttu við gestina. Rosalega svekkjandi að ná ekki klára hrinunar. Það er búið að vera jafnt og spennandi. Kemur Heiða fyrir Káa-lið. Flottur bolti, flott móttaka hins vegar og þetta er virkilega vel slegið. Arna Védís, hennar 5. stigi á. Flottur bolti á kantinn og Arna skilaði sínu. Þá er skipting hjá gestunum. Hún Stacey kemur út og í hennar stað kemur Dagbjört Ír. Dagbjört beint í uppgjöfuna. Sé ekki að fara með fleipur að segja að þetta sé fyrsta innkoma Dagbjartar í þessum leik. Mikilvægt að þessi fari yfir og hún gerir það. Kemur Nera Matelja, hann situr hann yfir. Nú er séns á gestunum afturlínu Smas, Nera nær að verjast og Hrafnhildur situr hann yfir. Kemur hörkubolti á kantinum, Valdís gerir mjög vel, kemur Helena fyrir Káa og þetta var hnitmiðaður bolti milli hávardarinnar og milli þeirra í afturlínu líka. Kemur Káa í 24-22, hennar 8. stig í leiknum. Og Káa núna aðeins 1 stigi frá því að klára þessa aðra hrinu. Þá er Annika Snædís mætt í uppgjörinu hjá Káa, hennar fyrsta innkoma í dag. Annika, flottur bolti og það ná að verða þessu kjónboltan yfir og Nera verðst þessu. Boltin hér upp á Helenu, Helena þarf að ýta hann yfir, gerir það. Og svo nær Gíja að ýta hann upp. Og séns sjá Þrótti núna. Krefandi bolti sem að hún nær að setja hárinu út og heldur lífi í þessu. Arna Védís Bjarnadóttir, hennar 7. stig, 24-23. Þróttur þarf 1 í viðbót til að knýja fram upphækkun en það eru enn á lífi. Þá er komið að henni Tinnu Sif að fara uppgjöfuna. Nú má ekkert klikka hjá henni. Sjáum hvað hann gerir. Það ættu að bíða svona lengi. Það fær hér loks flautið. Tinna kemur hér. Til þess að þægileg bolt fyrir Heiðu. Boltin hér upp. Ó, lauma! Þetta kom lauma frá Jónu. Og Jóna klárar þetta 25-23 fyrir Káa. Já, frá
frábær bolti hjá henni. Hún var ekki búin að reyna henni einustu laumu í leiknum og það var því auðvitað henni að loksins þegar hún reyndi hana þá gekk hún fullkomlega upp og Káa vinnur þessa aðra hreinu 25-23 og er komið hér í 2-0. Þrótturinn sem eiga það, þeir eru búin að eiga virkilega flottan leik og ef það hefur smá meiri heppni með sér þá væri þær ekki 2-0 undir. En sjáum hérna stigaskoruna Nera Mateljan, sú steig upp í þessari annar hreinu, komið 8 stig, rétt eins og Helena Kristín Gunnarsdóttir. Þar fyrir aftan er Heiða Elisabeth með 7 stig, Jóna Margrét með 5, Hrafnhildur Ásta og Gíja báð með 3 stig og Lovísa Rut með 1. Hjá gestunum, þar er Eldey Hrafnsdóttir með 9 stig stigaðist, eftir henni er Arna Védís Bjarnadóttir og Irelis Maribel báð með 6 stig, Stacey Angolo með 2 og svo er Katrín Sara með 1 og Leslie Mariori 1. Já, kíkjum á tölfræðina í hreinunni. 25-23 sigur Káa eftir hörku hreinu sem að Þróttur leiddi nú lengst af. Káa með 11 smastig gegn 10, 3 ásæðar Káa, hins vegar 5 hjá Þrótti sem að, já, nýtti sér það heldur betur að það er bara búið að vera virkileg svona vandræði í móttökunni á Káa-liðinu. Hins vegar 4 laumur á Káa gegn Engri, 3 blokkir á Káa gegn 1 og Káa aðeins 4 stig eftir mistök móttöku. Það er hins vegar virkilega velgerð. Þróttur lagaði mistökin sín mikið og voru þessi miklu meiri spenna þar segja út hreinuna. En Káa gaf hins vegar 7 stig eftir mistök. Kíkjum kannski örstutt á leikinn í heild sinni. Við sjáum hérna, þetta er rosalega álíka tölur, 19-16 í smössum. Káa með 5 ása gegn 8 ásar hjá Þrótti. Svolítið áhuga líka að sjá það að Káa með 6 blokkir gegn aðeins 1, 5 laumur gegn Engri. En bæði lið að gera minna mistökum heldur en oft áður, 15-15, sérstaklega með þessari annar hreinu sem er nýbúinn. Áhugavert að sjá þetta, rétt svo í restina að sjá þessa tímalununa, sjáum að það voru sveiflur í þessu en Þróttur leiddi hérna lengst af og vorum yfir í 18-20 en misti þetta frá sér og Káa vann 25-23. Og stelpur núna í þeirri stöðu að geta klárað dæmið hér í 3. hreinu. Jóna Margrét Arnarsdóttir mun hefja þetta fyrir Káa. Já, allt klárt og Jóna kemur hér. Hörkubolti, það ná að vera þessu koma hún yfir og svo í kjölfari kemur ekki fallega þessa stíð en stíð er það enga sigur. Gíja Guðnadóttir með sitt 4. stig. Jóna Margrét búin að taka 10 uppgjafir, 9 heppnast hjá henni. Viltu rosalega örugg í sínum aðgerðum. Og kemur hér aftur. Flottur bolti sem skoppar af netinu, náðist að verða þessu, gera það vel og fínt varnarleikur þarna hjá Jónu og í kjölfarið er að Nera setja boltan yfir. Séns hjá Þrótti taka miðjuna en þá er það Valdís sem setur upp á Neru, Nera á hárunni. Já. Og henn er það að bomba boltan á Jónu, þannig að það er bara Valdís sem spilar upp í staðinn. Það kemur Kantsmanns hérna sem er út, já, það heldur áfram að jarma hérna að Jónu til að ná henni úr uppspilinu. En þessi bolti var út og Jóna gerir vel að fara. 2-0 Káa hér í 3. hreinu. Sjáum hérna 91% uppgefa nýting hjá henni Jónu. Og þetta er vantarlega að bæta enn freka við það. Já. Þess að var fín móttaka og setja boltan á Jónu enn og aftur og þetta skila stíi núna.
Arna Védís með sitt 7. stig, minnkar í 2-1, já. Þessi bolti eins og var út og Káa fær því stigið. 7. uppgjöf sem klikkar hér á Þrótti. 4 klikkað á Káa. Óvenju lítið klikkaðar uppgjafir núna. Jæja, hörku boltakantinum og nei, það Jóna náða íti í hann. Og endanum fær Íreli setta stig, minnkar í 3-2. Jæja, Jóna upp á Helenu, Helena, já, kemur hann yfir. Hörku bolti sem að endanum dettur í gólfið. Og Þróttur jafnar hér í 3-3. Katrín Sara fyrir Þrótt. Það legg ekki árari bát hérna, gestirnir, kemur Nera Mateljan, hörku bolti og hann endar í gólfinu. Já, 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 Nera Mateljan, 9 stig hjá henni. Já, hún er komið að henni Gíu. Flottur bolti frá Gíu, heldur betur að ás hjá henni. Já, 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 5. stig á Gíu og fyrsti ásinn hjá henni. Sjáu það, hún er með 3 blokkir. Þróttur er með 1 blokk í heilsinni. Sjáum hvað. Gíja er öflug og þessi bolti við það að fatta þetta í gólfið en frábærlega berga þenni Elísabetu og hvað nú, vesen á Þróttur sem endurði bolti fyrir neti hjá þeim og Káa fær sitt 7. stig, 3 stig í röð Káa. Gíja, sjáum það. Hún er búin að taka 5 uppgjafir, 1 ás og aðeins 1 misheppnast. Og hörku boltamiðinu, Heiða hins vegar verst þessu og Hrafnhildur svo hinum megin, ítir hann upp og kom boltanum yfir í kjölfarið. Jóna upp á Helenu og þetta er vel slegið, frábærlega spilað. Helena Kristín Gunnarsdóttir, 9. stig hjá henni. Nú maður farin að þekka stelpurnar okkar betur. Gíja áfram í uppgjöfinni. Þetta klikkaði eins og illa hjá henni. Hún brosir bara að þessu og skiptir svo fyrir Valdísi. Já, þá kom henni Eldey, þetta er svona vel gert hjá Heiðu í móttökunni, kemur Nera með hörku bolta, vörnin fín hjá Þrótti, þessi bolti svo út í kjölfarið frá henni Eldey og Káa 8-4 yfir núna. Mér finnst svona aðeins verið að fara að skilja milli núna. En það veitur svona aldrei hvað gerist í þessum leik, það er búið að sveiflur fram og tilbaka. 4 stig hafa verið fljót að fara í þessum leik. Sjáum hvað setur. Frábær hávör, boltinn Svenni leik og kemur svo upp á Helenu. Helena blokkuð út, hún heldur áfram að skora hérna. Helena Kristín með 10 stig.
orðin stigahæst í Káa-liðinu og þá tekur Gonzalo Garcia Rodríguez þjálfari Þróttar leikhlé. 9-4 hér í upphafi þriðju hreinu. Gleymum ekki að Káa vinnur leikinn. Sigur í þessari þriðju hreinu. Stigaskorun hér, sjáum að Helena Kristín með 10, Káa Eldey sömuleiðis hjá Þrótti. Eins var aðeins öflugri stigaskori hjá Káa, sjáum að Nera Matella með 9, Heiða með 7, Gía 5 og Jóna einnig. Og gesturinn er Arna Vigdís með 7 ásamt Írelís Maribel. Aðrar svo tölvöld minna. En hvað það? Við erum að sjá það er bara sveiflur fram og tilbaka í þessum leik. Og Nera Mateljan í uppgjöfinni. Og takk hann fín og kemur lauma frá miðunni en Valdís mætt undir. Kemur Nera Mateljan og dæmt net á gestina. Það var ekki verið að gera mikið af mistökum og það er slæmt ef alltaf að byrja því aftur núna. 6 stiga munur, Káa í vil hér í upphafi þriðju hreinu og Þróttur er að koma sér í erfiða stöðu. Þetta er frábælega varist hjá Valdísi. Valdís setur svo yfir kjölfarið sjálf og hörku bolti hér á kantinum og Írelís Maribel er að skora sitt 8. stig. Mikilvægt fyrir Þrótt að halda sér aðeins inn í þessu og þurfa helst að ná að tengja okkur stig hérna ef við ætla að gera eitthvað úr þessum leik. En vissulega gríðarlega svekkjandi fyrir að vera 2-0 undir eftir mestur eftir 2 mjög flottar hrinur. Það var aðalega lokakaflinn í fyrstu hrinu sem var slæmur. Kemur Helena, hörkubolti en Elisabeth að gera virkilega vel í líberostöðunni. En boltinn eins og fer yfir og þar er Helena fljót að átta sig og kemur aftur með hörkusmass. Skorar hérna sitt 11. stig, stigast af vellinum. Ja, móttakann fín og þessi bolti, við sýndist hún ná að blokka þetta, þannig já. Þannig já, Heiða Elisabeth fær þetta að skráða sig. Sjö stiga munur núna og þetta er farið að verða erfiðara og erfiðara fyrir Þróttara. Sjáum hvað Helena gerir núna. Stuttubolti sem að er ná að sjá við. Bolti hérna af kantinu sem að fyrir hárninni og svo með lauma frá Jónu en Elisabeth með það alveg á hreinu. Og núna setur Jóna boltan á Heiðu og Heiða setur hann út. Engin snerting. Það reyndu nokkur að snerta hann en það var engin snerting. Og staða núna 12-6. Þetta er ekki búið. Jóna afturlínu bolti, ég ætla ekki að segja smass þarna frá Helenu. Frábær hávörð hjá Hrafnhildi Ástu. Stelpurnar er að blokka og blokka og blokka 9. blokkin á Káa-liðinu. Þá gerum við skiptingu, Lovísa kemur inn og Gía einnig. Lovísa fyrir svo vantilega beint út þegar hann er búið með uppgjöfina. Lovísa búin að taka 2 uppgjafir í leiknum. Önnur er að hefnaðist. Hún er nú að fara að stórbæta prósentuna með því að ná þessari góðri. Aldrei vandamál á henni hérna. Og bras þarna á Neru en fær annars séns og vel gert. Kemur Heiða, nei, fínn varnarleikur og kemur Kansmas hinum megin. Og reyna að lauma en boltinn fer ekki yfir netið þarna. Ágætis hugsun hérna hjá
gestunum en boltinn vildi ekki yfir netið. Og sjáum þetta úr 50 upp í 67% og fyrir upp í 75% núna ef hún nær þessu. Prósenturetningur upp á 10 hér í KA TV. Æja, Lovísa. Flott. Nei, ég ætla að segja flottur bolti en hann var ólangur en hann húti eftir aftur í 50%. Það sjáum við hérna bæði lið búið að klikka 6 uppgjöfum. Æja. Hörkubolti, hann úti, já. Hann var lúmstæpur þessi en úti var hann og hárréttar stelpur að fara. Og þá klikkar 7. uppgjöfin hjá Þrótti. Þá Jóna Margrét mætt í uppgjöfastöðinu og KA. Vó, þetta var ólíkt Jónu. Og já, ekki oft sem að sé svona bolta frá henni. Og staðan það í 15-8 núna. Stelpurnar á góðri leið með að klára þetta en það þurfa að halda áfram. Æja, boltinn hér á Heiðu, Heiða komin aðeins svo langt og hún þurfti að stoppa hana í aðlöfinu. Og þetta vantaði einhvern betri talanda. Jóna ætlaði að fara þegar hann fór svo hátt með loftið en hann var langt í helinu. Þannig að þessi bolti dettur í gólfið og Írelis Maribel skorar sitt 9. stig. 6 stiga munur núna. Þetta ekki alveg búið. Já, frábær redding, heldur betur. Nú var þetta smá bras að Jóna þurfti að teygja sér boltan og einni Gía, en Gía náði ítunum það utalega að fekk stigið. Hennar 7. stig í leiknum kemur KA í 16-9. Heiða Elisabeth þá fyrir KA. Flottur bolti, móttakan fín og nei, þá klikkar Eldey, setur boltan allt og neðarlega. Búin að eiga flottan leik en þetta var ekki nægilega gott og þetta dýrt núna þegar munurinn orðið svona mikill. Já, sjáum hérna Heiða með 12 uppgjafir, enginn klikkað hjá henni, 100%, 1 ás og það heldur áfram að vera upp á 10 hjá henni. Kom boltan yfir endanum og erfiður bolti fyrir Helenu og Helena nær ekki að íta boltan yfir. Mjög krefandi bolti þarna ná að hitta og á þess að fara í netið. Aftur 7 stiga munur, Katrín Sara. Þessi bolti, já, fín móttaka hjá Helenu. Það boltan í kjölfarið. Þetta frábærlega slegið. Það bara ekki hægt að vera bara ein í hávörna móti Helenu. Helena einfallega refsar í þenni stöðu. Og þá Lovísa komin í framlínuna hjá okkur. Gía sótti ás áðan. Hvað gerir hún hér? Flottur bolti, heldur betur. Hann annar ás hjá henni. Já. Gía Guðnadóttir, 7 stig hjá henni. Það eru 2 ásar. 3 blokkir, 1 lauma og 1 smass. Og Gía að koma KA hér í 19-10, 6 stig í viðbót sem KA vantar til að klára hennar leik og sækja það með 3 mikilvæg stig. Sjáum hér Gíu. Og aftur hún að sækja ás, vel gert hjá Gíu. 8. stig hjá henni og 3 ásar. Með 3 ása af 8 hjá KA og þetta þýðir það að KA búið að jafna í ásum 8-8. Og nú sýnist
Þróttur er að gera breytingar svona til þess að leyfa yngri leikmönnum fá smá mínútur. Enda staðan líka orðið þannig að ég ætla að segja ansi ólíklegt að Þróttur geti komið tilbaka. Þannig að það er að gera að leyfa stelpurum að spreyta sig, búin að taka ferðina norður og eiga svo heimleiðina eftir. Þannig að það var ansi svekkjandi að spila lítið sem ekkert í leiknum. En það var alltaf orðið klárt og Gígja getur því haldið áfram að láta vaða hér. Komið 2 ása í röð. Hér kemur Gígja, setur hann eitt tilbaka. Þá er breyting að Káa. Finnst hún Lilja að koma inn. Matti og lét hana bara svolítið heyra, ekki klár hana. En á sama tíma kom líka Amelia Ír inn í uppgjafstöðuna. Flott Matti og líka að dreifa á laginu. Þá er hún Dana Gunnarsdóttir í uppgjöfinni fyrir Þrótt nýkomin inn á. Hvað gerir hún Dana hér? Það er að bíða aðeins en fær nú ásins flautið og er þá klár í slaginn. Ég er bara miklu meira en að vera klár í slaginn. Hún skorar ás hérna. Setur boltan hérna á hana Lilju sem er líka nýkomin inn. Það er meira en að segja að koma inn algjörlega ísköld og eiga bara strax að sjá móttökuna. Og svo klikkar Dana, setur boltan í netið og Káa 21-12 yfir núna. Þá er Amelia Ír í uppgjafstöðunni fyrir Káa. Flottur bolti, Elisabeth Henningsson mjög góða móttöku og Dana svo í afturlínu setur hann í netið. Engin blokk þarna. Og Káa 10 stigum yfir þegar að Gonzalo tekur sitt lokaleikli líklegast í leiknum allavega í hrinunni. Það þarf ansi mikið að gerast ef að Þróttur á að breyta þessari stöðu hér í þriðju hrinu. Káa 22-12 yfir. Kíkjum á tölfræðina um leið að leik lýkur. En annars er það búið að vera svona tiltölulega sannfærandi hjá Káa. Það hafa stigið upp þegar það hefur virkilega þurft á því að halda. Og svo er þessi þriðja hrina búin að vera frekar þægileg. Nú er Lilja Kristín, Auður Pétursdóttir og hún Rakel Hólmgeirsdóttir enda komnar inn á. Það er eins og Amelia sem tekur uppgjöfina, hörku bolti, fín móttaka eins og það og afturlínu smas sem að Amelia tekur og já, hörku bolti frá Lilju, frábær bolti hjá henni. Skorar hérna virkilega gott stig og henni er eðlilega vel fagnað. Frábærlega gert hjá henni og Matti og fagnar en verður samt að koma engar á leiðbeiningu líka. Það verður alltaf að vera eitthvað. Fullkonunar isti hann Matteo og svo klikkar uppgjöfum hjá Amelíu. Þá skipta líberónir hjá okkar. Og Valdís Kapitola kemur því aftur inn. 13-23. Það er fyrir Valdísi. Amelia upp á Lilju. Lilja ídrar hún yfir. Og hörku bolti hér sem að erfitt að bregðast við og Valdís erfitt fyrir hann að taka hennar bolta en hún vil samt meina hún er að gera betur þarna. Ótrúlega magnaða leikmaður Valdís Kapitola. Tekur hann þessa bolta svo vel upp á Helenu. Helena blokkuð út. Já, Helena er að skora 24 stigið.
hennar 13. í leiknum og KA er einu stigi frá því að klára þetta. Og þá kemur Lilja Rut Kristjánsdóttir inn. Það eru tvær Liljurnar inn á núna á KA. Það væri alltaf bara að magna ef að Lilja myndi kannski bara að klára þetta. Þessi Lilja Rut með ás. Það væri alltaf bara að magna. Sjáum hvað hún gerir hér. Far flötið. Hörkubolti og hún gerir það bara. Hún klárar þetta með ás. Það skoraði báðar. Liljurnar frábærlega gert. 25-14 sigur KA hér í þriðju hrinu. Og KA vinnur það með leikinn 25, vinnur leikinn það með 3-0. Og já, þetta var ansi sannfærandi í þriðju hrinu eftir bras í fyrstu og annarri hrinu. En KA-liðið sýndi á endanum bara flottan styrk að klára þetta í 3 hrinum því eins og Þróttur var að gefa okkur hörkuleik. Kíkjum á stigaskorið, sjáum hérna flottan fögnuð hjá stelpunum okkar. Helena Kristín Gunnarsdóttir stigast hjá með 13 stig, Neram að telja með 9, Gía Gunnarsdóttir og Heiða Elisabeth báðir með 8 stig, Jóna Margrét með 5, Hrafnhildur Ásta 4, Lilja Kristín, Lovísa Rut og Lilja Rut, alla með 1 stig. Hjá gestunum þar er Eldey Hrafnsdóttir stigast með 10 stig, Írelis Maribel með 9, Arna Védís með 7, Stacey Angulo með 2, Dagbjört Ír Katrísara, Dana Gunnarsdóttir og Leslie Mariori allar með 1 stig. Kíkjum svo á tölfræðina hér í þriðju hrinu fyrst. 25-14 sigur KA í þriðju hrinu. KA með 7 smasti gegn 6, 4 ásar gegn 1, 1 lauma gegn yngri, 3 blokki gegn yngri og Þróttur gerir 10 mistök sem gefur KA-liðinu stig og það er einfallega allt of mikið eftir að skrúðu vel fyrir mistökin í annar hrinu þá gerði það 10 í þeirri þriðju og þar var hundurinn svo mestu grafinn. Kíkjum svo mest á leikinn í heild sinni 25-17, 25-23 og 25-14 sigrar KA í þessum 3 hrinum. KA með 26 masti gegn 22, bæðilið með 9 ása, KA sem er 6 laumur gegn yngri, 9 blokki gegn 1 og Þróttur gerir 25 mistök gegn 22, KA eins og klikkar á 1 uppgjöf meira, 9 gegn 8 en eins og ég segi endanum KA-liðið bara einfallega sterkari aðilinn en það er svona ekki verið ósanngjarnt ef að Þróttur hefði náð 1 hrinu en það var ekki svo að sjáum hérna gangleiks í þriðju hrinu. Þetta var ansi frekar sannfærandi, KA-liðið náði fljótlega sannfærandi forystu og vinnur svo að lokum 11 stiga sigur. En já, ég held við fyrir bara að fara að setja gott hérna. Hörku leikur, þetta er settilega lengst af og KA sækir 3 gríðarlega mikilvæg stig, fer á toppinn stundar sakir, eru núna 2 stigum fyrir ofan Völsung eftir að bæði liðið búið með 7 stig, Álftanes eins og á toppnum og á 2 leiki til góða. En já, fyrir að setja gott. Ágúst Stefánsson heiti ég og lýsti þessu fyrir ykkur og Stefán Jóhannsson sá svo útsendingu en annars bara takk kærlega fyrir árið og við sjáumst fersk. Bless bless!